Ágætu, elskuðu vinir, fyrir ekki þau. Þá erum við komin á staðin okkar sem að Drottinn mætir á og við ætlum að hlusta á hvað hann hefur að segja og sá sem hér talar, hann eins og áður dáinn sjálfinu og mun því ekki frambera neitt af sjálfum sér heldur innvörðungu það sem að orð Guðs segir og það sem að hann vill að þú og ég heyrum frá hæðum og það mjög mikilvægt fyrir þann sem að kennir og talar og predikar orð Guðs, hann sé fyrir utan sjálfur. Þannig séð, því að þegar hann komin fyrir utan sjálfur, þá bara þetta stundin sem Drottinn með. Og að því að þetta í þessum farvegi, getur hún ekkert farið neitt öðru sér heldur vel. Það er svo mikilvægt, elskuðu vinir, að Drottinn fái að komast að sínum fólki, því að það getur verið alls konar beiskjur og það grassera í mér og þér og við erum bara fólk eins og aðrir menn og þó við séum að gera það sem við erum að gera. Það breytir ekkert því og við erum ekkert undan þegi neinu að því sem menn eru að glíma við. En hann gefur okkur tryggingu, hann gefur okkur þessa visku, því að viska það, að við segjum við sjálfum okkur, ok, Drottinn, nú ég að fara að gera þitt verk og þú tekur við. Og þá það sem sagt að ég dett út og inn kemur andi Guðs og þess vegna þessi blessun í þessum þáttum sem að þú ert að blessast af og hjartað að fá staðfestingu að frá Guði og þess vegna líka heldur þessi blessun áfram að vera í þessum þáttum af því að þetta bara það sem að þessi maður hefur ásett sér að gera og gengið út á frá fyrstu tíð. Og hann ásetti sér það líka að væri þetta í einhverju öðruvísi, einhver tíman, þá myndi hann stíga út úr þessu og þú sérð hann ekki meira á þessum vettvangi. Af því að það of mikið í húfi því að Drottinn verður að fá að tala sjálfur við sitt fólk. Við höfum séð hvernig menn hafa yfirgefið stöðu sína og Drottinn hefur hreinlega bara tekið og burt það. Af hverju? Það náttúrulega bara veitni ástæðu. Að þeir voru farnir að gera þetta meira og minna allt saman í eigin mætti. Með öðrum orðum, þeir voru hættir að skilja sjálfan sig eftir áður þeir stigu fram. Þetta allt á minni könnu, því að ég manneskja, ég hef valrétt og ég hef valkost og ég tek þann kostin að detta út sjálfur því að ég vil að það sem þú ert að heyra sé þér til uppbyggingar, framdráttar í Guði og heilla. Og þetta bara leiðin sem ég hef enga aðra leið. Vilji ég á annað borð sem ég þrái að Drottinn bara komist 100% að. Þetta mögulegt? Þetta mögulegt með því að gera þetta svona, já, þá þetta mögulegt. Og enn og aftur komum við inn á þann sannleika sem Drottinn talar að við skulum deyja sjálfum okkur. Við skulum taka upp krossin hans og deyja sjálfum okkur og fylgja sér með þeim hætti. Af hverju? Og þegar vill ekki að ég sé að drattast með sjálfa mig í verkum fyrir hann. Hann þekkir alveg þangan minn og hann veit allt sem að grassera í höfðu mín og hjarta og sumt að því myrt og sumt að því getur hann ekki notað þetta en hann veit líka ef að ljósið nær yfir þá hann bara tekin við og þess vegna býðum maður sjálfum sér það að stíga út að þegar maður vill að ljósið bara skíni að því sem hér sagt og það með þeim hætti og þess vegna þú blessuð manneskja af því að hlusta á þetta og hjartaðið sammála þessu sem ég verið að tala. Kemur þessu manni ekkit við nema að því leitinu til að hann bara valdi þetta fyrir sjálfan sig að gera þetta með þessum hætti og þannig skal að vera. Og þetta mjög brýnt að við vitum af þessu því við ráðum svo mörgu sjálf. Þessna það algjörlega ótækt hvort sem það fyrir mig að þig að koma fullur gremju í púlt og ausa úr skálum reiði sinnar yfir salin. Þetta hefur maður líka séð.
Hvernig byggir það upp? Engan. Og ekki heldur hann og hana sem þannig eys úr skálum reiði sinna. Þetta ekki leiðin. Þetta ekki að bera virðingu fyrir því sem Guð að gera. En þegar þú skilur sjálfan þig eftir, hins vegar að bera virðingu fyrir verkum drottins og gera sér að fullu grein fyrir veikleikum og þanga sem getur verið að brjótast í mér og þér, sem ekki undir neinum kringumstæðum má koma upp á yfirborðið. Og annað í þessu sem líka lærdómur, að drottinn metur allt svona mjög mikið. Hann vill að við séum okkur meðvituð veikleikan en styrkin í drottni. Og hér birtist hann í öllu sínu veldi. Og að því að það styrkur drottin sem birtist í öllu sínu veldi hér, þá heyrir líka þessa blessun sem frá þessu efni streymir. Kemur þessu mann ekkert við eins og við vorum að segja á þann, en hann að frambera það sem drottin að segja. Því að drottin hefur alltaf einhvað að segja í hverjum degi sem við fáum að vakna inn í, og hér eru við inn í þessum degi, nýja degi, gærdagarinn farin, þessi dagur tekin við og hann hefur það sem hann hefur af alls konar. Sumu líkar okkur ekki við, annað betra, en hvort sem okkur líkar betur að vera við eitt og annað, það samt það sem við horfum á og staðreind. Og þegar við höfum drottin með okkur, þá vill hann fá að lagfæra þetta með okkur og þetta verkefnið. Þess vegna segjum við svo oft hér að við verðum aldrei fullnuma í fræðunum. Og nú sé bara komið nóg, nú get ég farið að snúa mér á öðrum verkefnum. Ég búin að taka próf og ég stóð það bara. Það ekki þannig. Lífið með drottni, já, nákvæmlega það sem orðin segja, líf með drottni. Og ég lifi í dag, í drottni, í deginum eins og hann með þann þanga og pælingar sem að fylgja mér, og þær eru svona og svona, sumar guðlegar, vonandi fleiri en hinnar, en samt getur þarna verið einhvað sem ekki guðlegt, og Guð forði mér frá því að vera neitt að tjá mig það við annað fólk, því hvert byggir það upp, eins og vorum að segja að þú kemur í púltið, kannski eist úr þér það reiðilestri, telur þau verið að gera gott, en bara reiðilestur og biturleiki þins eigin hjarta sem má ekki gerast, af því að hlutverk fræðarnas að byggja söfnuðin upp. En ef þú vart með skammaræðu frá þínum eigin biturleika, þá veistu það alveg vel og ég að það byggir engan mann upp. Þetta dregur allt niður, sogar allt líf úr umhverfinu og það bara dauðin eftir sem bara glottandi þarna í öðru hvoru horni og í öðru hvoru sæti. Þetta ekki gott og þetta þarf ekki svo að vera ef við bara tökum okkur taki og skiljum hvernig verkslag drottins og gerum svo með þeim hætti. Og ef þú nær því marki að deyja sjálfinu áður þú ferði í ræðupúlt, þá þér ekki við neinni hrösunhætt, hefur ekkert með þig sjálfan að gera og það skal vera minn og þinn styrkur þegar við sjáum þetta, að sama hvernig mér líður, sama hvað að gerast í mínu hjarta, þá skal ég samt fara og gera það sem drottin að bjóða mér og það skal koma út úr því svo blessun sem á að vera. Af því að, eins og við erum ofta að tala þetta snýst ekkert mig eða þig, heldur það að vilji Guðs nái fram að ganga. Það snýst einvörðungu það. Og þegar að vilji Guðs nær fram að ganga, þá kemur út úr því einhvað sem læknar menn, nærir menn og uppbyggir menn eins og drottin vill að gerist. Og þetta líka undirstrika það sem að stundum hefur verið haldið fram hér, að það drottin leyfir engu nema sér sjálfum að kenna.
en hann hefur gefið mér og okkur og fleiri með þetta visku, og í þessari visku þá sjáum við viðurkenna það fyrstir manna að með því að gera þetta með þessum hætti, dett út sjálfur, deyja holdinu og stíga fram í vilja Guðs, fer allt vel. Þannig það er ekkert að óttast. Það er bara að stíga inn í þetta sem við erum að glíma við, og þá sér maður líka dýr Guðs í kringumstæðunum og verkanum, og maður náttúrulega þetta fagnar af því og líka hefur lært helling mikilvægi Guðs, en svona mann sjálfan bara sem verkfæri hans, dáinn eigin hugsunum og skoðunum. Þannig séum með að maður er að tala þetta, svo náttúrulega bara heldur maður áfram að vera það sem maður er þess á milli. Guð er ekkert amast neitt í því, en þegar að við erum í starfi fyrir hann, þá vill og krefst hann þess að þetta sé með þessum hætti. Ef við þversköllumstum við, förum samt, þá mun hann á einhvern stað taka okkur úr embættinu, því að hann getur ekki notað þetta, af því að ræðan skal vera byggð upp í kærleika og alltaf til að bæta líf manna og kvenna sem heyra. Það skal alltaf vera markmiðið hjá hvort sem er mér eða þér sem Guðs fólki. Þannig við sjáum að þessu að við verðum að fá þessar hvatningar sem oftast og mest að því að við erum fólk í deginu, og Biblían segir dagarnir eru vondir. Þetta er nú bara það sem orðið segir sjálft dagan. Og hvað merkir þetta? Þetta illa, það grasserar allt í kringum okkur og stundu slettist einhvað frá því á okkur, og við tökum því óstyndu og erum að brjótast með þetta meira og minna kannski allan þann dag og getum ekki á heilum okkur tekið vegna þess og hins. Og hvað ætlum við að gera í því? Já, ég er með ráð inn í það mál, gefðu Guði það, því hann býður eftir því að fá að taka við hjá þér, því hann vill ekki að þú sért að brjótast með einhverja þvælu, heldur að þú sleppir henni og takir inn visku Guðs sem vill alltaf lofa Guð. Því viska Guðs tengdu trúna þína, þetta saman vill lofa Guð, og þá erum við komin á allt annan stað í þessu öllu saman, og þetta vitum við. Þarf ekki að tíunda þetta svo mjög við trúaðan mann sem þekkir orðið og veit hvað þetta mál snýst, en hann þarf að gera það. Hann þarf að stíga inn í þetta, því ef hann stígur ekki inn í þetta, þá gerist það heldur ekki í hans lífi. Maðurinn við hliðina eða kona við hliðina steg inn í þetta og uppskar blessunna, en ég stóð eftir og gerði það ekki og hélt því áfram að vera bara í mínum þungu þöngum. Það er aldrei vilji Guðs, en hann setur þetta á mitt val að gera eða stíga inn í. Þannig ég er án afsökunar ef ég helst bara inn í mínu döbru leiðu hugsunum, því ég hef leið út úr því, ég þekki leiðina og veit líka að ef ég gerir það ekki sjálfur, gerir það engin fyrir mig, af því að enginn annar getur gert þetta fyrir mig. Eins og við erum líka stundum að segja hér, sumt þarf ég að gera absolutt sjálfur, og þó einhver vildi gera eitt og annað fyrir mig, þá getur hann það ekki, af því að hann hefur ekki afl í það, af því að hann er ekki ég. Ef að ég er með vandamál á þessum toga, þá þarf ég sjálfur að stíga inn í lausnina, og þá er hún til staðar. Það er að segja, ef ég næ að stíga inn réttardyr, þar sem Kristur er með lausnina í þessu og hinu máli fyrir mig, við skulum segja það að veri gremja, þá fer hún þar, af því ég álpaðist til þess að fara inn réttardyr. Já, ég álpaðist ekkert, ég vissi bara að þetta voru dyrnar sem ég gat farið inn í, og þar væri þessi lausn fyrir mig, og ég kem út aftur, og þá er það bara farið af mér sem að var að plaga, og þá hefur sigur unnist, og ég er aftur og komin á þann stað sem ég er vanalega á, og bara unni mér ágætlega þar.
En svona eru dagarnir okkar. Þeir eru merktir alls konar sem við þurfum að glíma við, og við fáum svona efni og það hjálpar okkur við að komast á staðinn þegar við erum á honum, sem allt of oft. Ég segi ekki því miður, heldur við erum bara allt of oft á honum vegna þess að við erum fólk í vondum dögum. Og stundum erum við inn í umhverfi þar sem að uppbyggingin ekkert neitt sérstaklega mikil. Menn eru ekkert uppteknir af því alltaf að elska hverjir aðra. Er það ekki rétt? Erum við ekki oft uppteknir af því að vera bara með leiðindi hvort við annað? Það alltaf oft sem við erum bara reynilega uppteknir við það, heldur en að láta gott af okkur leiða, og þá spyr maður einu sinni en hver skilur þetta blessaða mannshjarta? Það skilur það ekki nokkur maður. En Guð skilur það, og ég að frambera það sem að Drottinn hefur að segja mál, og ég vil að þú og ég auðvitað líka bara meðtökum þetta. Þegar hann dó fyrir mig, ekki til þess að ég væri endalaust í einhverju gremju og reiði og biturleika. Finnst okkur það líklegt? Nei, til þess að við ættum gott líf, og hann að búa okkur gott líf með sér, og hann að hvetja mig til þess að deyja meira og meira af sjálfu mér, og þá ósjálfrátt fer ég meira inn á hans veg, því að það býr í mér trú, og leið og hún fær meira sveigrum, þá sveigist ég sjálfur meira og meira inn á akur Drottins, eða inn á orðið og inn á það sem hann og ég sé það, veit það, skil það að þar líður mér bara einfallega betur, því að þráttir allt þá eru þar mínir líkar, ekki fólk eins og ég, en mínir líkar að gera sama, tala sama, elska sama og ég sem Jesú. Og hann getur alltaf verið umræðuefnið helsta fyrir trúaðan mann. Ef trúaðan maður vill helst ekki tala Jesú, þá það mjög einkennilega þenkjandi trúaðan maður. Svo sem dæmir það ekkert, og ég segi bara það alls konar í gangi. En ef að manneskja vill helst ekki vera neitt að tala neitt of mikið hann við annað trúa fólk og fer út í aðra sálma með sína pælingar, að þá það ekki gott. Ég sé trúaða menn sem að maður raunverulega heyrir aldrei segja neitt svona, nema svona bara einhverja frasa Jesú. Maður heyrir þú aldrei tala svona af einhverju einlægni, af einhverju upplifun, og þetta svona bara allt frasakent og þetta bara dött niður. Akkur það? Að því það vantar trúna í orðin. Það vantar anda Guðs í orðin, andan frá hæðum. Og þegar það næst, þá líka lifnar allt í kringum okkur. Og við tökum undir þetta og hjarta gleðs og fagnar yfir því sem það heyri. Það hægt að tala með þeim hætti að orðin detti bara döði niður leið að þú kom út munnin okkar. Af því að þetta ekki tendrað og nært á trúnni sjálfri, og trúin fær næringu frá hæðum. Og þetta ákveðin viska þegar við sjáum þetta, og þess vegna sitjum við og hlustum á Guð, hlustum á Jesú, lærum af andanum í brjósti okkar sjálfur, sem að sérum alla opinberun og fræðslun, og að við skiljum það sem verið að segja, og skiljum hvernig við eigum að gera þessa hluti til að við náum þeim árangri sem að við viljum í anda okkar á klettinum, því að þar þurfum við að byggjast upp fyrst, áður en við förum að takast á við það sem heimurinn að hrópa á og bjóða okkur, og við erum náttúrulega í heiminum og við erum með margt þar sem við erum að baksast við. En þegar við erum komin í lag sjálf, 100% lag, þá njótum við þess sem við eigum í heiminum. Við njótum þess til að mynda að eiga húsið okkar sem við eigum, og fara í veiðin okkar og fara í knattspyrnun okkar, eða hvað þetta sem við erum að gera. Við njótum þess. Við erum ekki tengd þessu, við erum ekki gift þessu. Við bara njótum þess að við förum í þetta, og þetta fyrir okkur ákveðin hvíld, því að Drottinn býr bara svo hnúta, að því hann sér að þráttir allt þetta, þá hann í fyrsta sæti. Og það getur alveg verið þannig. En það gerist ekki
ef þú vilt ekki tafa fyrir því, ef þú vilt ekki sitja við fætur Drottins, ef þú vilt ekki leyfa honum að tala inn í daginn sem hann segir við mig og þig að sé vondur. Og þegar við skiljum það hvað áttir við með því að dagarnir séu vondir, þá vitum við að það getur ýmislegt gerst í þessum degi sem að ég einverðungu kemur út úr með því að fara aftur inn í orð Guðs. Og þá ger ég ekki lítið úr kennslu framborin frá hásæti Drottins. Ég fagna henni, að ég finn gagnsemin af henni og ég finn hvað þetta er uppbyggjandi orð sem frá hæðum berast. Hvort sem það í gegnum þennan munn eða munn einhvers annar mannesku, hvort sem það karl eða kona. Margar konur eru prýðis ræðumenn. En aðalatrið þar að þú sért á þeim stað sem þú átt að vera í og köllun þín stendur til. Og í kölluninni þinni mikilvægt að þú leyfir Guði, Drottni Jesús sjálfum að kenna þér lexíuna. Og þá getur rjáttlast ýmislegt af þér sem gerir málflutningin þinn mýkri og meðfærilegri heldur en ella væri allt eins og það var og ekkert nema hrissingur kemur út. Svo sem getur vel verið að það sé guðlegt allt saman það, en þetta hefur ekki þau áhrif sem það á að hafa vegna orðalagsins. Það nefnilega ekki sama hvernig við tölum hlutina, eða hvernig við notum röddin okkar og hvernig við erum. Það líka náttúrulega annar mál, auðvitað ekki dagur eins. Sumir eru hryssinslegir og hafa alltaf verið það. En ég held það að hryssinslegst fólk geti vel vanið sig af sínum hryssingsskap. Ég veit það bara með sjálfan mig að það ýmislegt sem að ég hef vanið mig af, en ég gerði það ekki fyrir en ég sá það sjálfur. Ég man eftir því að maður var alltaf á sjó og talaði stundum hátt, eins og sjóminn geraði þekkja þannig. Maður var bara vanur þessu að tala hátt og jafnur öskra og svona, og maður hélt þessu áfram á vinnustofumanni sem ég var, ekkert alltaf en maður gerði þetta stundum, og það voru allir hundleiðir á þessu. Ég sá þetta ekki neitt, þetta var mér bara tamt. En svo allt í einu sá ég þetta og ég hætti því. Gerði þetta ekki upp frá því. Þannig við getum alveg hætt löstum. Þetta gekk ekki það. Þetta gekk alveg út á sjó vegna þess að þar var þetta bara svona. Þetta gekk ekki það. Og fólki var bara, það leiddist þetta. En út á sjónum það leiddist ekki engum þetta. Vegna þess að það voru bara allir í þessum gír. Og maður var bara einn af þeim. Ég veit að allir sjómenn sem ég tala til núna, þeir vita að þetta. Þetta var meiningalöst og allt saman það. Þetta var bara málfar sem maður tamdi sér en gekk ekki á hinum staðan. Og hvað ætlaði ég að gera í því? Það var ekkert annað að ræða. Ef maður vildi ekki vera bara einhver leiðinda gaur þarna út í horni, þá bara hætti maður þessu. Og það var ekkert mál að hætta þessu. Leið og ég sá þetta, og þá gerði ég mig líka grein fyrir því að þetta var að þreyta fólk. Svona getur framkoma sem að manna verið að hún bara þreytir fólk. Ekkert að neinum illum huga sem að manneskinn gerir þetta, hún bara sér þetta ekki sjálf. Og það ekkert að laga það sem ekkert að, en það þarf að laga það. Það lagast ekkert þegar þú sérð það sem þú ert að gera rangt. Það ekki nóg að þú segir við sjálfum, ég náttúrulega bara svona og ég nú ekki að meina neitt illt með þessu. Hinn sjá það ekki. Og taka þetta óstendu, miskilja það sem þú ert að gera og segja, og hvern byggir það upp? Ekki nokkurn mann. Það hægt að venja sig af löstum, ósiðum, þetta bara ósiðum. Eins og þegar ég var öskrandi þarna á vinnustaðnum og þetta var bara ósiðum. Maður var vanur svo sjóin sem ég var að segja á það, það var allir að þessu þar. En það talaði enginn Mósi þar vegna þess að þetta var bara eitthvað sem var í gangi þar. Það vissu allir það meinti enginn eitt með þessu. En svo á nýjastanum þá vissi það náttúrulega enginn. Ég held að maður veri bara svona reiður miðaldra maður. Sem maður í sjálfsögur var ekki. Maður bara var með gömlu taktana á nýjum stað sem að gengu ekki upp. Og ég hætti því.
og hef ekki gert það síðan að því ég sá það. Ég sá þetta var að þreyta samstarfsmenn mína og það var náttúrulega ekkert meiningin. En leið og ég sá það þá hætti ég þeir líka. Þannig að við vorum að tala að við getum hætt löstum. Og það eitt af því sem að svona kennsla í Guði getur gert, að hún fer að benda manni á þetta sem þarf að laga í mínu fari. Segðu þetta með mér, í mínu fari. Þú ert að benda á þennan og þú ert að benda á hinn, hvað er með mig sjálfan? Benda á því sjálfan, hvað er með mig sjálfan? Þú ert að láta þetta fara í taugarnar, þú ert að láta hitt fara í taugarnar á þér. En hvað er að fara í taugarnar, hvað fer í taugarnar og hinu sem ég er að gera? Það er ekki að spyrja þessi líka svona spurninga. Og ef maður sér það, að láta þú af því. Því að þú getur alveg tamið einhvern annan framgang í málum. Ef þú ert manneskja sem átti erfiðleikum með að stjórna málfariðinu, þá getur þú laga það. Ef þú gerir það ekki, sjáur það ekki. Rétt eins og ég sá þetta ekki og var ekkert að laga neitt fyrir mér því að þetta var bara einhver sem ég var vanur og ég vissi það sjálfur, ég var ekkert að meina neitt illt með þessu. Það var bara minn stíl á þessum tíma. En hinni voru ekkert sammála þessum stíl. Þannig það var ekkert annað að ræða en að bara láta af þessu og það var ekkert máli sjálfur sér. Ég bara tók upp annan hátt við það að tjá mig. Og þannig það með okkur að við getum bara tekið upp annað tjáningar máta og við komum okkar á framfæri rétt eins og áður og kannski miklu betur. Við verðum að meta aðstæður hvað er í lagi með þarna og þarna. Á sömu stöðum gengur þetta ekki, þó kannski gangi á einhverjum öðrum stöðum. Maður verður bara að meta aðstæður eins og þeir eru á hverjum stað. Þannig ákveðin viska sem trúin vill sýna mér og hefur sýnt mér og ég hef alveg verið tilbúin til þess að taka háttaskít í hugafasti hvað þetta varðar svona með mig sjálfan og þó ég sé ekkert sammála því þá get ég alveg vera hætt einu og öðru sem að ef þetta er að trufla fólk og þá bara hætti maður því. Og hvað með það? Er það eitthvað rangt við það? Er það ekki bara allt rétt við það? Þegar þú getur breytt framkomið og vilt það. Ef þú vilt það náttúrulega ekki, þá breytist ekki eitt eða neitt. En hvað er þá batinn sem við erum alltaf að eltast við að fá? Hann kemur í kjölfarið og breytingu sem verða. Og með þessum gamla sjóhundi sem öskraði stundum, hann hætti þessu bara. Og hefur ekki gert þetta síðan. Og er alveg sáttur með það. Af því hann sá áhrifin. Fólk var ekkert vant þessu. Og það sætti sig ekki við þetta. Og ég sá það, ég er alveg tilbúið til að viðurkenna það ef eitthvað þarf að laga. Jafnir hjá mér sjálfum. Ég er ekkert mikið fyrir það að vera að benda á þennan og þennan. Ég veit alveg hvernig fólk er. Og sumt sem fólk gerir finnst mér ekkert neitt falleg. En ég er svo sem heldur ekkert að láta það neitt angra mig því að þetta er ekkert mitt mál. Ef að manneskja sér það ekki og þá kortið ekki til neins að vera að minna hann á þetta. En Guð er góður og þetta er svona líka bæn fyrir því að menn sjáu svona brestinu sín og takist á við sína bresti. Hann getur það. Það var hann, ég var trúaður maður þessum árum og hann sýndi mér þetta og sá hvernig sumt fólk tóku svo illa. Og ég var ekkert parrifinn á sjálfum mér með þetta og ég steig út úr þessu. Rétt eins og ég geri þegar ég fyrir að tala, þá stíg ég út úr sjálfum mér. Og þá kemur bara það sem Drottinn vill segja. Ég segi það sem hann vill. Og er að segja hérna ákveðin vitnisburð á sjálfum mér. Ákveðin brest sem ég áskapaði mér í gegnum það starf þá sendi sjómennskuna. Þetta var bara lenska þar. Svo hætti ég til sjór, fór að vinna annar stað og þar gekk þetta ekki. Og þá var ekkert hann að ræða að hætta og ég var alveg sátt við að hætta þessu bara því að ekki vil maður nú vera eitthvað sem er að bögga fólk. Og ég veit að þú ert alveg sammála mér í því að þú vilt ekki vera manneskjan sem er viljandi að bögga fólk. En kannski að bögga fólk með einhverju ákveðinni framkomu og ef þú sér það og þegar þú sér það bara láttu af þessu.
og allt þetta í friði og þér líður miklu betur með það. Skiptir einhver máli hvort þetta var rétt eða rangt þú gerðir, en hættu þessu bara. Sé þetta ángra einhverja í kringu þig. Því að þú getur örugglega fundið einhver aðra leið af markinu. Þú notir ekki gömlu taktana þína, sem hvort gangi ekki það sem þú ert, segjum það. Réttir sem ég upplýði sjálfur. En þó ekki fyrir ég sá það. Og ég get svo sem sagt aðra sögu sjálf á mig, þar sem ég hætti. Það var þannig á einu vinnustað sem ég var á, ég var trúaður þá líka, þetta gerist allt eftir ég var trúaður, því að Guð er góður. Ég var að svona gantast með trúna mína, við vorum að gera grína hvorum öðrum, ég var trúaður maður og hinn var að skjóta á mig og svo hlógu við alveg svo vitlýsingar báðir, fannst þetta ógeðslega fyndið. Og þetta gekk svona lengi, vitið það, að fólki í kringu var orðið alveg dauðleitt á okkur. Ég sá það líka, en ekki fyrir ákveðnum stað, og ég tók ákveð, ok, ég vil ekki þetta lengur, ég hættur þessu. Svo sá ég náttúrulega, svo spurði maður sjálf og segði, býtu, af hverju ég að þessu? Hvað tilgangi þjónar að vera að bulla þetta sem maður að bulla með þessum ágæta bróður sínum og vini? Þetta var góðu maður og erum góðir vinir. Og ég hætti þessu. Og svo ætlaði hinn að vissi náttúrulega ekki hvað ákvörðun ég var búin að taka, svo ætlaði hann að byrja að skjóta. Ég svaraði hann ekki, bara hlóaði hann og svo hætti hann þessu sjálfur. Við vorum ekkert að meina neitt illt með þessu, við vorum bara vinir sem vorum að gantast eins og vinir gera og hlæja, en það hafði engin gaman á þessu nema við tveir, en það var fullt af fólki í kringum okkur sem var ekkert að skemmta sér eins vel og við, og þetta sá ég og ég leta af þessu, bara neita að taka þátt í þessu lengur. Og eftir einhver tíma þá bara virti hann þetta og þetta var ekki rætt meira á þessum nótum, einhverjum gantnótum, svo fyrir utan það náttúrulega var maður ekkert að vera gantast með sína trú eða orð Guðs. En aðalatriði í öllum svona málu að sjá brestina sína, og vitið það, ég alveg meira en tilbúin til þess að horfa á mína eigin bresti. Og ef Drottinn sýnir mér það, þá læti ég líka af þeim. Ég lofa þér því. En það þýðir ekkert verið þig að koma til mín og segja að þú ert svona. Það hefur engin áhrif. Því að þó að þú segir einhvað, þú er ekki verið að ég tek það fram, en sumir gera þetta, að benda á hinn og þessa menn sem eru svona. Það er ekkert hinn heila í sannleiku. En þegar maður sér eitthvað sjálfur sem maður vil laga, þá er það orðið fyrir manni hinn heila í sannleikur, og þá er ástæða til að takast á við það og snúa því við, henda því út sem þarf að fara og taka þá inn einhverja skárri háttu. Þannig bætum við líf okkar og þannig sjáum við að við getum hætt þessum löstum sem eru leiðinlegir fyrir aðra að vera innan. Við höfum ekki að vera leiðileg, við höfum að vera skemmtileg. Við höfum að gera lífið okkar skemmtileg. Ekki bara fyrir okkur sjálfa, heldur fyrir aðra líka. Þetta er alveg hægt að breyta sér. Það er bara, ég veit ekki hvað maður er búin að breytast mikið frá því sem maður var. Að sömuleyti er maður algjörlega óþekkjanlegu maður. Það fullyrði ég við hvert sem er. Að þegar maður hefur tekið háttaskipti huga farsins. Þetta hefur verið allt saman í skrefum. Í dag er ég heiðarlegu maður til dæmis. Og ég vil vera maður orða minna, kannski tekst mér það ekki alltaf. Ég vil greiða mína skuldir og það tekst mér alltaf. Að því ég er á þeim stað að ég reisi mér ekki hurðarás öxl hvað peningamál, fjármál varðar. Ef ég tek eitthvað að mig, þá stend ég við það. Að því maður hefur breyst í hugsun. Þetta getur þú líka. En þú þarft að aga þig undir þetta. Og það er hluti af batanum. Það er þessi agi. Þá hætti maður að vera að gantast með einhvað sem maður ætti ekki að vera að gantast með. Þá hætti maður að tala fólk sem maður ætti ekki að tala með þeim hætti sem maður gerir. Þá hætti maður að sitja í einhverju samkomu þar sem allir er að upptekni við það að hrópa dauðan yfir salin.
nema fer út úr því og þá það sem að lífið blómstar, og það er líka hægt. Og svo spyr maður aftur, hvernig lífi vill ég lifa? Ég vil lifa svona lífi. Ég vil lifa lífi mann sem er tilbúin til að takast á við það sem að hann sér í sér sjálfu. Þannig, þannig að sinnhátt geta menn orðið fyrirmynd. Ég er enda sjálfur ekkert hrifinn af þessu orðið fyrirmynd, því að mín fyrirmynd heitir bara Jesú og punktur þar á eftir. En með háttaskipti hugafarsins þá fara af manni alls konar lestir sem að þreyttu menn. Og hvað gerist þegar þú hættur að þreyta menn? Þá ertu orðin bara ágætis náungi. En ef þú ert að þreyta menn, þá ertu ekki þessi ágætis náungi sem þú gætir verið með því að henda þessum löstum þínum út. Þetta er allt í minni hendi, hvernig ég kem fram við fólk og hvernig aðrir sjá mig. Hvernig sjá menn mig? Ég heldur sjá mig bara sem ágætis náunga. Ég hef aldrei efast neitt um það. Og ég segja á það, þá ég alveg verið tilbúin til þess að ganga í sjálfa mig ef einhverjir brestir, auðvitað eru þeir náttúrulega fullur af þeim, en suma sér maður ekki, þá sem ég sé þá hef ég verið alveg tilbúin til að takast á við, og ég hef gert það, og það hefur sett mig á þann stað sem ég er á í raun og veru í dag, og ég líður bara ágætlega það sem ég er yfirleitt bara ágætlega sáttur við það sem ég er, þó auðvitað dagarnir séu eins og þeir eru og maður er að glíma við alls konar á milli mála eins og sagt er og eins og þú bara, en það svona heilt yfir litið, þá er þetta bara búið að vera fínt. Ég er bara sáttur við veru mína og við fjárhag minn, við það sem ég hef umleikis og bara kringumstæður mín og aðstæður. Það er ekkit undan eina kvarta, ég er alveg tilbúin til að færa mjög set út í það færi. Og það kemur að því að þetta með færi sem set og þá bara gerist það. En þangað til ætla ég bara að vera sátt manneskja. Og ef að Drottinn vill færa mig til, þá ætla ég ekki að standa í gegn því. En hann mun þá talaði til mín, þannig hefur það nú verið, að hann hefur talaði til mín, hann er ekki farin til þess enn, þannig ég get glattið með allavega því. Það er ekki komið að því, en það kemur að því, en reyndar búin að vita alveg síðan í mörg ára, að það standi nú til að ég veit ekki í hvað átt að verður, en það verður bara blessun og þú skalt bara fagna þegar því kemur með mér. Já, en það er gott að eiga Guða, það er gott að fá þau forréttindi að tala og tjási málefni Drottins. Málefni Drottins eru alltaf þannig að þau taka á lífi mannsins og þau hlífa mér ekki neitt við því að takast á við minn vanda, rétt ekkert frekar en þú, það hlífir þér. Það hlífir okkur ekki neitt og það er styrkur orðsins. Og það hlífir okkur ekki, það segir okkur sannleika. Og þú ert kannski haldinn brestum, einhverjum sem ég er kannski ekki haldinn, og ég bið Drottinn að hann sýni þér það núna. Og ég hveti til að ganga í að breyta því sem þarf að breyta. Hætta sömu sem að þú hefur gengið fram í, að því að fólki leiðist það. Eins og ég var að segja á það, þau að haga líf okkar þannig að það sé skemmtilegt ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur líka þá sem er í kring, þegar við erum partur á ákveðinni heild. Hvernig sem við lítum á það, þá erum við partur á ákveðinni heild. Og ég legg mitt inn á þær vogaskála að því ég er partur á ákveðinni heild, hvort sem ég líkar það betur að vera. Og ég skal gera mitt til þess að lífið í kringum okkur verði gott, með því að vera bara sjálfur í lagi. Og að því maður er sjálfur í lagi, þá hefur maður ekki þennan bendandi fingur. Þegar maður er sáttur við allt í kringum sig, þá líka hverfur þessi bendandi fingur. Og það er ákveðin sigur unnin með því að allt og margir eru með bendandi fingur, og hver hefur efna á því? Ekki ég allavega, því get ég alveg lofaður. Þess vegna hef ég tamist við það, vanið mig af því, hef ég eitthvað að vanið mig á það, að vera ekkert að benda með eitthvað bendandi fingur, heldur bara virða fólk,
hann er svona verið mitt í gegnum tíðina, bara að reyna að virða fólk, og mér hefur tekist það bara alveg bærilega að þakka þér fyrir. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson kveður og hefur þetta ekki lengra, heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja inn í málið með honum.